En ég komið með góðan gest til mín hér í stúdíó Suðurland FM. Það Gissur Jónsson, framkvæmdastjóri UMFS. Góðan og blessaðan daginn. Blessaðan sæl. UMFS, þetta félag sem búið að vera starfað síðan 1936. Þannig að við getum sagt að þetta búið að þróast svolítið vel, svona allt sem í boði hjá félaginu og ýmislegt annað. Og eins og ég var að ræða við hérna rétt aðan að það einhvern veginn svo ótrúlegt þegar maður kemur hingað á Selfoss, af því að nú ekki langt síðan ég flutti hingað, að maður dregst svona einhvern veginn inn í íþróttaakademínu hérna alla einhvern veginn. Já, þetta svo mikið, umfangi svo mikið hjá okkur í raun og veru og við erum náttúrulega eins og segir verða 80 ára á næsta ári. Já. En samt svo ungi anda. Já, nákvæmlega. Og já, vissulega við erum með 8 deildir og þetta náttúrulega sko þó að sé vissulega nokkur önnur félag á Selfossi, þá þetta samt svona stóra félagi á Selfossi, það sem að stóru íþróttagreinarnar eru innan borðs. Og óhjákvæmilega þá held ég að allir sem eiga börn eiga einhverja tengingu inn í ungmennafélag Selfoss og barnabörn í ungmennafélag Selfoss ef ekki börn sko. Nákvæmlega, það líka bara einhvern veginn íþróttaandinn hérna, var búin að fylgjast með fótboltanum í sumar, fólk duglega að mæta völlin og þetta eru ungnir sem aldnir sem að láta sjá sig og tek líka eftir að þeir sem hafa verið að mæta fótboltaleiki, þeir farast yfir á handboltaleikina líka sko. Já, nákvæmlega. Það bara, og það má helst ekki vera leikur á sama tíma sko, því að menn vilja mæta hvort sem í handbolta, fótbolta eða körfubolta. Þá vilja mann mæta á völlin, styðja sitt lið sko. Nákvæmlega, en það sem nú í boði hjá félaginu, mjög öflugt fimmleikastarf. Við erum með eina stærstu fimmleikadeild landsins og fimmleikadeildin er hjá okkur með flesta iðkendur innan borðs og það náttúrulega sko, erum við í Baulu íþróttahúsinu sem var tekin í notkun 2008 og bara leið og það íþróttahús kom þá var bara sprenging í iðkendafjölda. Og hún Baula var strax of lítil sem náttúrulega bara jákvætt vandamál. Já, nákvæmlega. Þannig að það kannski komið samt konar vandamál með fimmleikafélagi hér í rauninni sem steildina eins og bara með Gerplu og annað í bænum. Algjörlega. Svo bíðum náttúrulega bara eftir að vera stungin yfir skófla og byggt nýtt fimmleikahús fyrir okkur. Og hérna hvenær svo sem það verður en það eru viðræður í gangi við sveitafélagið uppbyggingu íþróttamannvirkja ásamt náttúrulega fleiri öllum félagasamtökum hér í sveitafélaginu. Það óskinn í rauninni að stekka á sama stað eða? Já, það eru ýmsar hugmyndir í gangi sko. Svona því að plássið við Sunnlendaskóla. Já, en við kannski sjáum fyrir okkur að við erum að horfa á það hér á Selfossi í rauninni ef maður tekur svolítið djúpt í árinni þá má segja það í rauninni ekki neitt íþróttahús á Selfossi, engin svona íþróttamiðstöð. Heldur erum við í rauninni við erum með skólaíþróttahús við Vallaskóla, við erum með skólaíþróttahús við FSU og svo erum við skólaíþróttahús við Sunnlendaskóla og svo gamla Sandvíkursalinn. En svona íþróttamiðstöð eins og við þekkjum, ef við förum í Hafnarfjörð eða Garðabæ, það sem eru íþróttamiðstöð bæði á Haukum og FH og Stjörnunni í rauninni ekki til staðar hér og það svona, margir hafa verið að nefna þann draum og það væri gaman að sjá íþróttamiðstöð rísa hérna, það sem við erum með á sama stað, handbolta, fimmleika, knattspyrnu, frjálsar og svo framvegis. Já, og í rauninni þá líka kannski inni gervigræs og slíkt sem að vantar líka náttúrulega fyrir knattspyrnuna yfir vetrartímann. Já, fyrir knattspyrnu og þar sjáum við fyrir okkur að með tartanbraut með framhlíðalínu þá aðstæða fyrir frjálsar og þá aðstæða fyrir gönguhópa og golfarar geta verið þarna inni og það er svo óteljandi möguleikar. Já, ég hef með tekið eftir því að því að nú kem ég úr Kópavoginum að þar voru margir til dæmis sem eldri voru sem voru að nýta sér að fara á brautina inni í Breiðablik og labba þar hringinn. Já, nákvæmlega. Maður sér það iðulega þegar maður kemur þarna inn að það er fólk á öllum aldri að labba þarna. Já. Og það reyndar er náttúrulega niður á íþróttavelli hjá okkur er akkurat það sama í gangi sko. Það er nánast upp á hvern einasta dag og oft á dag einhver að labba á íþróttavellinum sem er bara frábært og ég meina hann er náttúrulega opinn og til notkunnar fyrir alla íbúa sveitafélagsins. En það er rauninni rosa flott aðstæða hér einmitt fyrir frjálsar íþróttir þó sé ekki innandyra. Já, við erum með frábæra útiðastöðu. Já, frábæra útiðastöðu. Og það hafa nú verið að koma nýjir aðalar hérna einmitt og verið að skrifa undir við félagi núna undanferði? Já, við fengum einn besta millivegalengda hlaupara landsins sem var að ganga til liðs við Selfoss. Já. Það var mjög jákvætt þegar Kristinn Þór gekk hérna til liðs við okkur ásamt sínum þjálfara. Já.
Það styrkir okkur og styrkir okkur trúna við séum gera eitthvað rétt hérna. Já, nákvæmlega. En svo mér gaman að fylgjast með því að það er alltaf bæði kallalið í handboltanum og svo það líka stelpunnar og yngri flokkarnir líka mjög öflugir og það er nú ekki leiðilegt að eiga Einar hér að líka Guðmundsson sem að stýri nú þessu yngri flokkastarfi. Nákvæmlega, hann er yfirþjálfur, það er búin að vera í rúman áratug ef ég mann rétt og hérna við sjáum fingraförum hans á mörgum leikmönnum sem og jafnvel kannski leikmönnum sem við vildum hafa hérna á Selfossin eru annars staðar að spila núna. Já. Og á öllum þessu yngri flokkum sjáum við fingraförin hans og annara góðra þjálfara sem veru með í handboltadeildinni. En svo nú kannski íþrótt líka sem að maður kannski verður ekki eins mikið var við, en það er júdó. Já, hún er stunduð í Sandvíkursalnum gamla. Já. Og þar eru æfingar 3 í viku og mjög öflug deild og þar eigum við eins og þú segir, fer kannski ekki eins mikið fyrir því en þar eigum við 4 mjög frambærilega íþróttamenn sem eru að svona skríða upp á fullorðins árin. Já. Þeir eru hérna og Egill Blöndal var að keppa núna helgina á Evrópumeistaramótinu í júdó undir 21 árs í Austurríki og stóð sér mjög vel þar. Átti flotta glímu og hérna tapaði svo fyrir þeim sem fóru á endanum í úrslitin. Já. Þannig að það var mjög flott og hérna, Þór félagans þarna er öflugur líka Íslandsmeistari í sínu aldursflokki sínu þyngdarflokki segi ég og svo þeir Grímur og Úlfur sem eru þarna líka. Svo er náttúrulega knattspyrnan, það er nú ekki hægt að sleppa því að ræða neitt hana. Strákarnir náðu nú að bjarga sig frá falli núna í fyrstu deildinni og halda áfram þar núna á næsta ári. Já, mikil ósku. Og stelpurnar, eigum við að segja alltaf þegar þrettir eða? Já, sjálfsögðu, við hljótum alltaf að stefna hærra. Já. Það er bara þannig, það er búið að vera stanslausar framfærir hjá stelpunum. Það hafa bætt árangur sinni á hverju ári og líka í bikarnum og við getum alveg saman það að það er bættu árangur sinni í bikarnum núna þó að þær hefði tapað. Já, nákvæmlega. Já, við stefnum á það að taka bikarinn næsta ári. Þetta setur smá pressu aðra en ekkit of mikið samt sko? Ekkit of mikið og menn eiga ekkit að vera að setja markin lægra heldur en menn eru. Nei, nákvæmlega. En motocross er nú eitthvað sem að ekkit hvaða félag sem býður upp á? Nei, og þar erum við með alveg frábæra braut hérna bara í út í aðri bæjarins. Já. Bara hérna rétt hjá okkur þar sem við erum stödd núna. Þannig að þar erum við með marga iðkendur og kannski má segja það að sumar hafi verið betra heldur en undanferðin 2 ár. Við erum búin að vera með afskaplega mikil rigningasumur undanferðin ár. Já. Það hefur aðeins dregið úr mönnum að mæta á brautina og brautin erfiðari líka fyrir vikið. En í sumar var þetta mjög gott og fór vel af stað, menn voru með kynningardag hérna í vor. Já, og ég hef mitt kíkt á það og gaman að leyfa með krakkanum að fá að prófa. Já, nákvæmlega. Því að þetta er nú ekkert hlaupið að því að kannski að ná sér eitt ekki mótorhjól Nei, ekki alveg beint sko. Þannig að þetta var frábært framtak hjá þeim og það fengu allir að prófa þarna og þetta verður eflaust endurtekið og svo ef áhugin kviknar þá náttúrulega mæta með þarna og reyna að verða sér út hjól og fá að hjóla þarna nokkru sinnum í viku og við erum til dæmis, þarna erum við konum með Íslandsmeistara í motocross. Já. Þannig að það var mjög glæslegur árangur. En svo erum við sund og taekwondo. Já. Sundið þar er Magnús Tryggvason komin aftur til okkar. Já. Mjög hann þjálfaði nú hér fyrir mörgum árum og er einna virtustu þjálfurum landsins, er í landsliðsverkefnum og svo framvegis. Hefur þjálfað mikið á Suðurlandi og er með, við höfum náð ágætið samstarfi við Hamar í Hveragerði. Já. Maggi er að þjálfa þar líka og er með sameiginlegar æfingar og það bara styrkir starfi hjá okkur að vera með fleiri iðkendur og þau eru þá fleiri á æfingum, skemmtilegar á æfingum og svo framvegis sko. Og svo náttúrulega Guðbjörg Bjarnadóttir, Gugga, hún er að þjálfa yngsta hópin hjá okkur. Já. Og kann náttúrulega lagið með ungbarnasundi líka og ég held að þekki allir selfisingar og sunnlendingar Guggu sem hafa farið með börn til hennar. En það komið flott líka inn eða staða núna í nýju byggingunni, sundlauginni. Já, það er mikil breyting. Heldur betur. En við erum nú í fullu hreyfiviku og það er ótrúlega mikilvægt fyrir krakka að stunda íþróttir. Já, ég held að við getum alveg verið sammála það og allar rannsóknir sína það náttúrulega að skoðum jákvæða kosti þess að taka þátt í íþróttastarfi. Já. Og
svo erum við náttúrulega ekki bara í ungmennafélaginu heldur í fleiri stöðum með alls konar félagsstarf og bara þáttaka í félagsstarf svo mikilvæg og við erum náttúrulega núna að fara af stað æfingar, svona vetraræfingarnar byrjuðu þarna í lok ágúst, byrjun september í deildunum og við erum svona að komast af stað, það alltaf verða komið af stað og menn eru svona að klára að ganga frá skráningum og svo framvegis, en svo náttúrulega kannski mikilvægt og að láta það koma fram að menn ekkert alltaf vissir hvort menn vilja taka þátt. Nei. En það alltaf og bara í öllum deildum, þá börnum velkomið að koma og prófa. Það engin, prófaðu í 1 viku, 2 vikur og sjáðu hvernig þið líkar þetta og svo framvegis. Já. En við erum ekkert að rukka bara strax á fyrstu æfingu, En það líka, ef við erum til dæmis líka bara að skipta íþróttir að þá nú kannski ekki alltaf 100% viss. Nei, nákvæmlega. Það bara þannig og við erum ekkert að gera kröfu það að börn séu búin að ákveða sig bara svona 1, 2 og 3 og bara þú skráir í þarna og verður þarna allan veturinn. Nei, nákvæmlega. En þetta í rauninni bæði það að bæta heilsuna og í rauninni fá hreyfingu. Já. Og svo líka félagskapurinn. Og félagskapurinn. Hann nauðsynlegur. Já, ég held að það sé ekki, hann síst vanmetinn, félagskapurinn. Nákvæmlega. Skiptir miklu máli og ja, getum við ekki sagt það að í mörgum þessu íþróttastarfi þá kannski eignast menn sína bestu vinni. Jú, ég held að það sé bara nákvæmlega þannig. Já. Gissur, takk kærlega fyrir komuna og frábært starf sem þið eruð að sinna á Selfossi. Takk kærlega fyrir það.